Nú er þetta að bresta á og þið byrjuðið á móti nýliðum Þórs sem var hérna í þessari spá neðsta sæti. Hvernig líst þér á þetta verkefni? Bara við erum spenntir að byrja. Við fengum alvöru pröfu núna í bikarnum og alvöru bara real check. Nú er bara komið að því og þrátt fyrir að sem hann hefur sagt að undirbúningurinn hafi ekki verið ákjósanlegur sem er bara ekkert við því að gera, það er bara meiðslin hafa verið þannig en þá er gott að sjá menn vera komnir út á völl og þannig að við erum gríðarlega spenntir að fara að keyra þetta í gang. Nú þú ert búin að horfa tilbaka á þennan bikarleik, hvernig ert að melta hann í stuttu máli? Hellingur að læra af honum, margt gott. Margt mjög gott, hugafar og attitúd leikmönnum og svona þessi never say die attitúd. Það voru moment í leiknum sem að svona seinni hlutan sem að við að vanta að líta upp á að ef þetta fer í 3-2 þá er allt orðið galopið en vissulega annað í leiknum sem að við bara eins og ég segi þetta var okkar svona general pröfa, við höfum ekki fengið bara tíman sem þarf að halda og þannig að margt annað sem við lærum í leiðinni. Það náttúrulega væri til í að vera með ákveðna lykilmenn sem eru náttúrulega á meiðslalistanum. Jónatan fyrir náttúrulega meiddur á velli, leit ekki vel út með hann. Komið eitthvað í ljós varðandi hans meiðsli? Ekkert endalega en eins og fólk sá held ég bara að þetta verða nokkra vikur. Þú ert ekki viss hversu lengi nákvæmlega? Nei, það er ekki komið nákvæm greining á því en þetta er einhverja vikur. Hvernig líst þér á mótherrana, Þórsliðin? Bara rosa vel, þeir eru búin að styrkja sig vel og eru með bara hörku fótboltalið. Við vitum alveg að því að við höfum von á hörku fótboltalið þarna, þannig að við mætum bara stemdi til leiks. Þannig að þú telur að þeir séu heldur betur tilbúinir í slaginn þegar þetta er að fara að hefjast? Já, við þurftum á alvöru leik að halda og við fengum hann þarna og það var þegar við höfum ekki fengið alvöruleiki með liði sem er að spila þá gefur það rosa mikið og það gaf okkur alveg heilan helling, það er alveg á hreinu og við mætum og stálhraustir hérna á sunnudaginn með alvöru fótboltalið. Eitt af svona umhverfinu í þessar deild eru náttúrulega ýmis umræða, ýmsir hlaðvarpsþættir og ýmsar fabúleringar. Það búið að vera talsvert rætt um svona samvinnu þína og aðstoðarþjálfarans, Chris Brassell. Hvernig er hún? Hvernig er ykkar samstarf? Sko, ég elska Chris. Chris er svona pound for pound besti aðstoðarþjálfari sem ég hef unnið með og bara starfa með. Út af velli er hann bara second to none og þannig að það sé alveg sagt. Og þannig að samstarfið er stórkostlegt og frábært. Þannig að menn geta bulla hægri vinstri alveg og það bara skiptir engu máli. Við vitum hvernig staðan er á æfingarsvæðinu og bara í heildina allt staffið og starfsumhverfið. Bara algjörlega geggjað. Kirian sem kemur fram, besti fitness-þjálfari sem ég hef starfað með. Þannig að í teiminu erum við bara ógnað sterkir og eins og ég hef sagt að umhverfið og mannskapurinn og bara andrúmsloftið þetta er forréttindi að vinna á þessum vinnustað. Það er svona í taugarnar á þér þegar þú heyrir af þessari umræðu og þessu sögursögum? Það er alltaf eitthvað blaður og bull og maður veit alveg hvernig þetta er og það má bara halda áfram en lifa og hrærast í því að bulla einhverjir og þá verður bara að hafa það en það snertir ekki það sem við erum að gera og breytir ekki því sem við gerum á okkar æfingarsvæði og við vitum hvaða gæði eru í okkar þjálfarateymi og inn í búningsklefanum hjá leikmönnum.